áramótin 2018-19 hætti ég á Snapchat. Ég feginn því að vera laus úr Snapchat-fangelsi eða þrælabúðum Snapchats. Það var ekki lengur fangi eða þræll Snapchatsins mikið frelsi. Þetta mannskemmandi og ekki nóg með það, þá þetta slæm áhrif á alla og ætti enginn að vera á þessu miðli. Ég var fangi eða þræll í 5 ár og sá loksins að þetta væri hinn versta martröð hvers manns. Að þetta væri bara hryllingur, það væri bara skelfing sem enginn á að þola. Það var að fórnarlamb Snapchats. Ég ekki lengur fórnarlamb Snapchats og ég feginn því að vera ekki lengur fórnarlamb Snapchats. Einnig vil ég benda á að þetta hræðilegt. Svo í dag, 23. júní 2019, hætti ég á Facebook og Instagram líka. Í rauninni var ég þrællinn þeirra líka og í þeirra fangelsi. En þá má ekki gleyma því að þessi 3 miðlar eru líka tímaþjófar, frítímaþjófar og ætti enginn að vera á þessum miðlum. Það hafa slæm áhrif á alla. Þeir eru mjög ávanabindandi. Þetta fíkn og ég var Snapchat fíkill, ég var Facebook fíkill, ég var Instagram fíkill. En nú laus úr þessum fíkni, þessum fíkn. Þetta bara fíkn. Þetta bara fíkniefni. Þetta eru andleg fíkniefni sem við eigum ekkert að vera inn á. Þá enginn að vera inn á þessum miðlum. Þetta bara fíkn og ekkert annað. Og ég guðslefandi feginn hafa hætt. Og ætti enginn að vera á þessum miðlum. Ég feginn á hætti og segi það fínt. Reyndar ég líka að fara hætt á TikTok sem ég líka á. Svo þeir fara ekki að gera sama leik og hinnir. Gæti verið að verði hættur því þegar þetta myndband verður sett í loftið. En, eða þessi þáttur, réttar sagt, sett í loftið. Þar sem ég hætti þar ég mjög feginn því. Og kannski verði ekki þar á TikTok þegar þið eru að horfa á þetta. Ég feginn að hafa losnað út úr þessu öllu þessu kissum. Ég feginn að vera laus við þessa fíkn sem þessar miðlar eru. Þrælahaldarar, fangelsisvistarar, frítímaþjófar og hvaðina. Að vera laus við þá mjög gott og ættu allir að losa sig við þá sem fyrst. Því þeir eru slæmir. Það var slæm áhrif á fólk. Þau eru andleg fíkniefni sem að fara burt. Það á ekki að líðast að þessi efni séu í gangi. Nú skulum við hugsa og lítum bara og standa saman í blíðu og síðu. Sem betur fer náði Twitter ekki tökum á mér. En það líka miðill sem andleg fíkn. Stöndum saman og hættum þessari andlegu fíkn.
Þessi miðlar eru ekkert annað en andleg fíkniefni. Hemmatali er lokið í dag. Við sjáumst þess í næsta þætti. Bless.